Næstur á svið Jón Viðar Matthíasson, slökkviliðsstjóri slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins og framkvæmdastjóri almannavarna á höfuðborgarsvæðinu. Erindi Jóns Viðars ber yfirskriftina Þegar Kringlan var heitasti vinnustaður landsins. Hvað öruggur vinnustaður? Já, hvað vill maður með þessari fyrirsögn? Það sem ég núna aðeins að draga fram bara heitasti vinnustaður okkar akkúrat á þessum degi. Þannig vinnustaður okkar það sem atburðurinn sér stað, þar sem slysin stundum og stundum slysin stór og stundum lítil. En við horfum aðeins á það sem ég ætla að reyna að fara í gegnum með ykkur núna að tala vinnustaðinn þá okkar, SOS, það slökkviliðs höfuðborgarsvæðis. Ég ætla aðeins að koma inn á varðandi Kringluna, tryggingar. Svo ætla ég að fara inn á Húsnæðis- og mannvirkjastofnun og svo aðeins að fara í smá ferðalag með ykkur til ársins 2020. Það nú ekki langt, við þolum það alveg. Og svo hvar ábyrgðin liggur, það svona svipaður taktur eins og fyrirrennarinn minni var með. En áður en við förum inn í þetta vil ég þakka Vís sérstaklega fyrir bara að gefa okkur tækifæri að ávarpa hérna nokkra hluti og ég mun líka kalla til tryggingafélag og fyrirtækjaeigenda og starfsmanna. En við horfum á vinnustaðinn okkar, þarna við að fá útkall í Kringluna. Ef ég man rétt þá var fjölskylduhátíð, það var mikið að vera í Kringlunni og við komum þangað með okkar mannskap, við yfirgefum vettvang 9 tímum seinna og það var allt sett í gang. Aðgerðastjórn höfuðborgarsvæðisins var virkjuð, þar slökkviliðið, lögreglan og aðrir viðbragðsaðilar eins og björgunarsveitin og þvílíkt til þess að stýra aðgerðum fjarska. En það sem eiginlega stendur upp úr í mínum huga að við hringjum út stóra útrýmingu, hringjum í alla sem voru á frívakt. Það 80 manns sem mæta. En þetta var stóri útskriftardagurinn. Það voru allir, ég segi ekki allir, í einhverju útskriftum einhvers staðar. Sumir búin að fá sig kannski, aðrir ekki. Sjálfur átti ég að vera í 3 útskriftum þennan dag, en einhvern veginn gat laumað mér í burtu. En þetta finnst mér rosalega sterkt hjá okkar vinnustað og starfsfólki og vil hrósa þeim fyrir það að hafa komið þarna 80 manns á þessum degi. Ef við kíkjum aðeins inn á þetta nánar, og nú ég bara með smá fróðleik, og þetta svona öryggisfróðleikur til ykkar frá okkur. Þegar við komum að vettvang, þá merkjum við hliðarna A, B, C og D. Menn velta fyrir sig, það bara að því eru áttaviltir, viti ekki hvað norður og suður, austur og vestur, en það bara svo erfitt að átta sig á því. Þannig að það tekin ákvörðun, þetta A-hlið, svo löbbum við í kringum bygginguna og allt hefur ákveðna auðkenni hjá okkur, vettvangsstjórar, hérna sjáum við vestin sem menn þurfa að bera, þannig við vitum alltaf við hvernig að tala og hvert að leita, þannig við vitum að upplýsingarnir eru réttar. Við notum mikið kallnúmer, því að nöfnin og annað það getur verið flókið og stundum bara viðkomandi aðili sem hét Karl, hann allt hlutverki í næsta útkalli, þannig að kallnúmer. Þetta okkar verklag og þetta svona öryggisventil fyrir okkar starfsfólk á vettvangi. Svona aðeins öðruvísi kannski heldur en öðrum vinnustöðum. Og svo náttúrulega aðgerðastjórn, vettvangsstjórn og samhæfingarstöð og allt þetta og alla bifreiðarnar hafa númer og númerið þýðir ákveðið. En ef við förum akkúrat inn í verkefni okkar og þá þetta eldur í þakinu, þið hafið öll frétt af því hvernig hann kveiknaði, hvernig hann kom á. Og þetta hefur ekkert með brunavarnir í Kringluna að gera. Kringlan bar kannski ekkert endilega ábyrgð á sem átti sér stað. Við komum, höfum áhyggjur að þetta dreifist bara hreinlega út allt því að það var alveg þekkt að þakið var veiki hlekkurinn í Kringlunni. Brunavarnir eru mjög góðar í Kringlunni en þakið veiki hlekkurinn. Það lá dálítið yfir og var stólað upp og flókið þannig við þurftum að rjúfa þakið á nokkrum stöðum. Við sjáum þessa mynd hérna til hægri séð frá ykkur næst niðri, þarna talið að upptökin séu. En þetta hlutur að við vorum í upphafi raun og veru hrædd við að eldurinn myndi bara breiða sér út allt þakið. Það voru okkar áhyggjur. En síðan var náttúrulega reykur barst út allt og vatn flætt út allt.
og þeir segja út allt að þá var þetta bókstaflega út allt. En við horfum aðeins og svona smá fróðleikur til ykkar. Hvernig eru menn að bregðast við í slökkvistarfi? Jú, notum 74 reykkontæki. Er það mikið eða lítið? Ég veit ekki, hvað finnst ykkur? Segir bara mikið, á ég óglaður? Mikið. Menn voru í reykköfun í 37 klukkustundir, ekki sami maðurinn, tekka fram, að reykkafari ekkert auðvelt. Þetta er rosalega þungt tæki, þú ert með ákveðna grímu á þér og þú þarft að beita ákveðni vinnuaðferð við það. Við vorum með skipulagið mjög skýrt á vettvangi og það er náttúrulega ákveðin kallmerki og allt það. Síðan er skipulagið á útkastækjum, það er ekki sama hvað þú leggur bílum þegar þú kemur, þú verður að leggja það sem að gera í gagn. Og það er náttúrulega öryggisatriði líka. En svo eru menn að horfa á þessa atburði og velta fyrir sér. En það er fáir sem átt að segja þau. Það var allt annað í gangi á sama tíma. Þannig við vorum líka að manna bækistöðvar okkar. Við vorum með 80 manns á staðnum og líka að manna bækistöðvarnar. Það kom umferðarslys, það kom endurlífgun, það kom annar eldur ofan í þetta verkefni á sama tíma. Þannig að vaktaskipti þurfti að fara fram á staðnum en til þess að rauna að gefa stjórnendum í baklandinu, í aðgerðastjórninni betri yfirsýn, þá eru myndavélar sem streyma beint frá vettvangi niður í stjórnstöð. Og þar er líka annað öryggisatriði að þeir eru að horfa á þetta eða þau sem þar eru í fjarlægð. Við förum oft bara inn í atburðinn og drukknum þar. Þess vegna er mikilvægt að stjórnandi sé dálítið frá og helst hann halda á talstöð þannig að hann fari ekki að nota hendurinn í eitthvað annað og hafi þá yfirsýn yfir vettvanginn. En það sem vakti athygli okkar sérstaklega, og við biðjum ykkur aðeins að hafa bak við eyrað, það mættu 80 starfsmenn frá slökkviliði höfuðborgarsvæðis á stóra útskriftardeginum. En málið samstarfi við tryggingafélögin og rekstraraðila og alla sem koma að þessu voru gjörsamlega til fyrirmyndar. Rýmingin á Kringlunni gjörsamlega til fyrirmyndar. Og við létum boða öll tryggingafélögin á staðinn og það var hringt í og sumir voru aðeins tregir að mæta og segja, heyrðu fyrir ekki, þetta er bara skipun, mætt á staðinn. Þetta eru þínir viðskiptavinir hérna og þú þarft að tala við og hjálpa þeim. Og komir reyndar á óvart að þurfa að hreinlega bara gefa út þessi fyrirmæli. En það þurfti. Reykur og vatn út allt. Rosalega áhugavert, það voru engin niðurföll á gólfunum Kringlunni. Samt vatnsúðakerfi í Kringlunni. Þannig að við þurftum að dæla vatninu upp í svona ruslabala, sennilega frá Terra, myndi ég halda, ekki? Og rúlla vatninu út og hella því úr þar. Það er svona áhugaverð hönnun á byggingu sem er með vatnsúðakerfi. En þá var líka spurningin, hvar eru allir verktakarnir sem gefa sig út fyrir að vera að hreinsa upp gólfið, ef það kemur vatn á gólf og þvíli? Og allir í útskriftum. Allir þar. Og þá varum við að pæla, hvað getum við gert? Og þegar við vorum að tala áðan, við erum að þýða öryggisleiðbeiningar á mörgum tungumálum. Hverjir eru ekki í útskriftum? Það er sennilega sem þess að tala önnur tungumál heldur Íslendingar. Og þá voru ræstingafyrirtæki, þessar starfseiningar sem þarna voru, komið á vettvang. En þarna voru við þá slökkviliðinu með töluvert af mannskap og sem ekki okkar lögbundna verkefni, eins skrítið það er. En við hleyptum eigendum inn fljótt, nauðsynlegt að gera því að þetta var dálítið þannig verkefni að þarna var aðlega einhvers eða bara þeirra starfsemi að hverfa. Kannski ekki að brenna en að verða fyrir skemmdum. Og eigendur voru vægast sagt gífurlega hnitmiðaðir, miklar tilfinningar í þessu og annað sem ég nefndum niðurföllin, svo ætlum við að fara að tengja þessar ryksugur okkar eða vatnsugur við rafmagn. Það voru ofskaplega lítið af tenglum og slógu fljótt út þegar voru allir á sömu greininni. Þannig að við ætlum að ræsa rafvirkja hússins sem að fann út úr þessu fyrir okkur, algjör snillingur, þannig að þetta virkaði. Þannig allavega einhvað tækifæri til þess að gera úrbætur. Ef við komum að þessu Kringluna, eins og við komum inn á áðan, gífurlega
gott samstarf við Kringlu eigendur og alla það sem þar voru og ég vil bara hrósa Kringlunni fyrir hvernig þeir komið sér út úr þessu erfiðar aðstöðu. Því að þarna voru marga búðir sem hreinlega þurftu að loka. Þarna var líka svona hlutir sem að reyna á tilfinningar og annað. Þannig að þeir héldu starfsmannafund eða fund með öllum aðilum. Sennilega, mér minna að vera í einu bíósáni hjá Sambíó ekki sem þarna. Og bara virkilega flott. Daglegar upplýsingagjöf og þetta bara svo mikilvægt að huga þessu. Þetta ekki bara eftir að við erum löngu farin, þá tekur þeirra verkefni við sem stóð í marga mánuði. Því að þarna var aðlega sumra bara hreinlega undir. Og þessi hugmynd að setja upp þessa klæðningar til að byrgja fyrir búðir sem voru illa farnar, mjög flott og til fyrirmyndar. En ef við horfum aðeins á Kringluna, að þá sjáum við hérna að Kringlan opnaði eftir 5 daga. Það var mikill hugur í þeim að opna strax daginn eftir. Ég sagði, já, þið náttúrulega ákveðið hvernig þið opnið. Ég myndi telja að sé ekki sniðugt að vera að opna og fá fólk, viðskiptavini ykkar akkúrat hingað. Þeir ekki endilega komið til þess að versla, þeir bara komið til þess að forvitnast daginn eftir, það reykjalyktir og öllu, hugsið allan þetta. Og þau gerðu það og sáu bara fljótt sjálf hvernig staðan var. 30 verslanir lokaðar, það voru 10 verslanir sem urðu fyrir meira tjóni en aðrar. Setta voru upp lokunarveggir sem ég sýndi ykkur áðan. Sumar leið, sumar verslanir neyddust til að hreinlega bara loka að leggja niður starfsemina og ég held að hann bara verið frétt núna á einhverju miðli bara í þessari viku að ein verslun hreinlega fór á hausinn. Sem það þarf aðeins að huga að í svona hlutum. Og þetta svona eiginlega eins og þau segja, seint í nóvember sem of langt inn í jólatraffíkina, myndi ég halda. Þá var öll starfsemin komin aftur og Kringla farin að rúlla. En hún, eins og þau segja sjálf að þetta sprakk allt út, gekk þanniglega í lokin að það var góður endir. En þarna sjáum við tíma frá því júní eiginlega út árið var Kringlan í dálítið sérstökum tökum. Og ef við horfum á tryggingafélögin, að þá náttúrulega eru lögbundnar tryggingar, eðlilegt, það náttúrulega brunatrygging og þvílíkt, en það sem gleymist stundum nýbyggingar, viðhald og endurbætur og húseignir og þvílíkt, þetta í smíðum, það hættulegasti tíminn. Og svo þarf líka að huga því, það ekki endilega allir tryggðir fyrir vaskaða, eins undarlegt og það en þannig það bara. Rekstrarstöðutryggingar, en bara hrósa, ég veit að Vís tekur ekki illa upp þegar hrósa öðru tryggingafélög líka, þegar tryggingafélög mega eiga það að þau eru komin dálítið mikið og langt áleiðis í forvörnum. Að það var sjóár sem hann fékk aðila frá Svíþjóð sem heitir Pia Lundgren og hún sér heta arbeitin sem heitir heit vinna í Svíþjóð og þetta ekki bara í Svíþjóð, þetta á öllum Norðurlöndunum. Við Íslendingar erum gjörsamlega langt á eftir þeim. En málið að þeir komu á hjá sér fyrir ansi löngu síðan og árangurinn sjáum við hérna, þetta ekki smá árangur. Getum við náð þessum árangri? Svarið mitt já, við getum það. Það bara eina sem þarf að gera að hreinlega bara vilja að gera það. En hverju voru leiðandi í þessu í Svíþjóð? Vitið þið svarið? Greinilega ekki. Það voru tryggingafélögin. Því að þeir sáu ef það ekki gerðar úrbætur, þá þeir náttúrulega skaðað upphæðir þeirra, tjónað upphæðir allt kröftulega og þetta var bara ár eftir ár eftir ár. Það heilu verksmiðjunum sem þetta að loka. En Húsnæðis- og mannvirkjastofnun greip boltann og ég setti bara upp ekki það að Kringla séu sömu stærð og Notre Dame og Börsen. Ég fekk fyrirlestur frá slökkviliðsstjóranum í Köpunum varðandi Börsen og þar hlutur sem var bara í viðhaldsfasa. Kringlan var í viðhaldsfasa, Notre Dame var í viðhaldsfasa
Þetta hættulegasti tíminn í hverju einustu byggingu sem þarf að huga að. Varðandi Húsnæðis- og mannvirkjastofnun vil ég bara hrósa þeim fyrir að þeir gripu þennan bolta og eru búin að koma á mjög góðan stað. Þannig að það komið inn í ráðuneytið núna tillögur að þetta verði starfsleyfisskylt, að bræða pappa eða leggja pappa á þak. Og þá kannski held ég að við séum líka að færast dálítið nær Norðurlöndunum varðandi lagningu þakpappa, eins og við kynntum ykkur áðan. Þannig að þetta góð skref og mjög mikilvægt og hérna bara raunur hrós á Húsnæðis- og mannvirkjastofnun að hafa bara náð þessum árangri og ekki lengri tíma þetta. Það var virkilega vel gert. En ég lofa ykkur að taka ykkur til ársins 2020. Ég ekki að gera þannig að þið verið 5 árum yngri, það ekki séns. En ég var með fyrirlestur hjá VÍS árið 2020 líka á svona ráðstefnu. Með minnaðum einhvers staðar verið einhvers staðar hjá Blómavali einhvers staðar. Hótelin eru alltaf breytt nöfn. Svona maður á mínum aldri, hann bara eftir Hótel Loftleiðum og Hótel Esju og svona. En þá var inngangur minn þar hvaða leikreglur eru eiginlega í íþróttum? Eru sömu leikreglur í öllum íþróttum? Nei. Er einhver í golfið hérna? Það ekki margir sem vilja viðurkenna það. Þekkið þið leikreglunar? Viljið þið spila eftir reglunum? Er einhver í handbolta? Hefur verið í handbolta? Það kannski betra að segja hefur verið svona með hópinn. Það reyndar óskiljanlega reglur. Þetta bara eins og glíma á parketti eða slagsmál. En er einhver í þessari göfugu íþrótt körfubolta? Ekki hlutlaus, en þetta svona rosalega strangar reglur og maður þurfa að skilja reglunar, en eru allir sammálaðir ekki sömur leikreglur í öllum íþróttum? Ok. Hvaða leikreglur eru þau í þessum mannvirkjaleik? Er einhver sem kann þær? Stundum held ég að sé alveg afskaplega fáir sem kunna þær. Eða hafa vilja til þess að fara eftir. Stór orð. Við höfum séð menn breyta húseign án þess að fá nýtt byggingarleyfi, þess vegna bara íbúðarhúsnæði í hótel. Þarf ekki að fara með þetta til byggingafulltrúa? Nú er því að segja, já. Það myndur engum detta í hug að taka jeppar sinn og breyta honum á þess að fá breytingaskoðun á honum, því að þá myndur tryggingafélagið, þú tryggir ekki hérna bíl ekki að þér. Það alveg á hreinu. Algjörlega á hreinu. Umferðinni, við erum svona þokkalega vön í þessu, sumir farið yfir rauðu, þeim er fækkandi. Ef við náum sama árangri í mannvirkjaleiknum, þá erum við að gera góða hluti. Og hérna eru svona aðeins hluti af þeim sem ég tel að séu þátttakendur í þessum leik. En hvar liggur frumkvæðisskyldan? Það alltaf, það vantar reglur, það vantar einhvað til þess að leiðbeina okkur. Nei, það vantar engar reglur. Frumkvæðisskyldan hjá okkur öllum. Er einhvað tryggingafélag að tryggja húseign sem ekki farið í öryggisúttekt? Svarið já. Til hversu öryggisúttekt? Felst í orðinu. Það má ekki flytja inn í húsið fyrir að það er búið að taka öryggisúttektina í gegn. Eða taka húsið í öryggisúttekt. Bara eðlilegt. Af hverju viljum við ekki fylgja þessum reglum líka? Ég veit það ekki. Þið verður að hjálpa mér að svara. Er einhver sem er ekki með byggingarleyfi fyrir því sem hann er að gera? Þá er þið að segja, já. Þetta bara svarið við öllu þessu já. Sem svo sorglegt. Því ef við erum ekki að fylgja þessum reglum okkar, getur þetta enda svona. Þetta ekki ásættanlegt fyrir einn eða neitt, því að þarna getur einhver ekki komið heim þann daginn sem hann fór í vinnuna eða bara hreinlega var að leigja út í bæ. Getur líka verið þannig að starfsfólk slökkviliðsins setti óþarflega hættu fyrir einhvern hálfvitaskap sem ekki ásættanlegt. Þannig að ég svona dálítið að höfða til ykkar
blásið í flautuna, fari eftir reglugerðunum á hann að kveiknar í flautunni. Og við sjáum hérna niðri lag og texti eftir Braga Valdimar Skúlason. Þetta bara sett sem öryggisráðstöfun fyrir mig að því ég á svona öryggisráðstöfnu, því að þetta unnur skilaboðin. Verðum að vinna saman. Það verða allir að vera í þessum öryggisleik. Það ekki nóg að halda endalaust á ráðstöfnu, við verðum að taka þátt í leiknum. Það var búið. Þakkir Jón Viðars. Mjög fróðlegt að heyra svona bakliðin á þessu máli sem við þekkjum öll úr fjölmiðlum. Nokkrar mjög góða spurningar, ég ætla að dempa þeim á því hérna. Þetta ekki fyrsti bruninn þegar þakpappír lagður, bent á hérna. Hvernig tryggjum við að vinna við þetta átaksverkefni hjá Húsnæðis- og mannvirkjastofnun skili sér sem reglugerð? Það allavega komið frumvarp inn í ráðuneytið, þannig að við sjáum það vonandi koma í gegn, en frumvarp og reglugerðartexti eitt sér, ef að síðan verktakarnir hreinlega og bara tryggingafélögin og allir aðrir aðilar koma að þessu og tala ekki húseigendunum, því húseigendur ber alltaf ábyrgðina frá A til Ö. Anna spyr hérna, hverjar eru ykkar helstu áskoranir á byggingavinnustöðum og hversu vel útbúið slökkvilið til björgunar úr vinnu í hæð? Okkar helstu áskorunir náttúrulega dálítið þannig að getur verið erfið aðkoma fyrir okkur, en það hefur lagast mikið og mikil breyting bara síðustu 10 ár og við getum farið með körfubílana okkar upp í 45 metra í dag, nýbúin að eignast slíka bíla. En síðan náttúrulega með menn hjá okkur sem vanir alls konar sigstörfum og þvílíkt, þannig að ég held að sé engin slasaður ennþá upp í byggingarna. Nei, vel mannaðir, gott að heyra. Ein hérna í lokin, ætti ekki vera skylda að hafa fulltrúa brunavarna eða slökkviliðs á staðnum þegar unnið með eld og áhættan svona mikil eins og þarna? Sko, það skylda hvers einasta fyrirtækis að vera með eldvarnafulltrúa. Þannig að sá sem sendir þetta, ég skal tala við hann eftir. Já, þið farið yfir í kaffilíinu. Kærar þakkir Jón Viðar, við skulum gefa honum gott klapp.